Í jólabókaflóðinu falleg lítil barnabók sem riddarasaga. Eva Þengilsdóttir heitir ung kona sem hefur skrifað þessa bók. Hún býr í Genf en komin frá Evrópu yfir til Íslands til að kynna þessa bók og ég ætla að hitta hana hérna í Amtsbókasafninu á Akureyri. Þetta bókin, Sagan Nálu. Þetta riddarasaga. Höfundurinn hérna, Eva. Eva, hvaða bók þetta? Þetta ævintýri, fjallar hugum stóran riddara og stúlku sem heitir Nála og ævintýri þeirra. Þetta svolítið kannski óður til íslensks menningarárs og pælingum frið í leiðinni. Já, hvernig tengirðu það? Hvaðan kemur hugmyndin? Hugmyndin sprettur í raun og veru út frá hinu íslenska riddarateppi sem á Þjóðminjasafni Íslands, saumað fyrir ég held 300 árum síðan, kringum 1700. En móðir mín tók upp á því að sauma slíkt teppi fyrir nokkrum árum síðan og þetta gríðarlega mikið verk. Tók hana marga daga og mörg kvöld og einhverja nætur líka og þegar hún var búin að ljúka við verkið þá færði hún meira. Og ég hef notið þess að hafa síðan og það náttúrulega margt gerst fyrir fram á teppið og alltaf horfa riddararnir á mann og það sama hvort það hefur verið hlegið eða grátið, fagnað eða sýrt eða hvað og þegar það er hljótt fyrir fram á teppið þá einhvern veginn svona það kallar mann svolítið til sín og maður fer að horfa inn í handverkið þá fer maður líka að velta fyrir sér sögu riddarana á teppinu og ég hugsa nú reyndar að þeir hafi hlotið óblíð örlög en það fór að verða til í huga mínum þessi saga og það var ekkert annað en að skrifa hana niður og myndskrita hana. Já, og myndskritið þú sjálf? Já. En bakgrunnur þinn, hvað gerir þú? Ég búsett í Genf eins og vegna þess að maðurinn minn starfa þar fyrir utanríkisráðuneytið og ég hef því tækifæri til að skrifa. Nálu? Nálu. Já. Og ég sem sagt hef skrifað svolítið í gegnum tíðina en það hefur verið meira á kvöldin og helgar en núna hef ég sem sagt tækifæri til að verja meiri tíma í að skrifa sem ofsalega skemmtilegt. Nefndu mér eitthvað sem þú hefur skrifað? Já, ég skrifaði, ég í raun og veru hef skrifað í gegnum tíðina bara fyrir sjálfa mig en svo fyrir tilviljun þá fekk ég fangi verkefni fyrir svona 10 árum síðan og fór að skrifa fyrir Stundin okkar svona stutt að sketsa Engilráð Andarunga og í framhaldinu þá fór ég að skrifa fyrir Barnastarf kirkjunnar, gerði nokkur leikrit fyrir sama efni og svo fyrir leikskóla og svo kom út bók fyrir 2 árum síðan sem heitir Gerðu eins og ég, myndskreytt af Bergrúnu Írisi Sævarsdóttur og svo það Nála. Svo það Nála? Svo það Nála. Bók eins og þessi þó hún sé miðuð við börn svona upp að 10 ára aldri þá hún ekki aldurstengt að því leyti að ég meina höfum við ekki öll gaman að því að hverfa við ævintýrana og svo náttúrulega boðskapurinn kannski í sögunni að þetta að taka upp sverðin í eigin lífi og beita þeim með nýjum og frjóri hætti. Það getum við gert alla ævi. Nú ertu komin frá Genf til Akureyrar til að lesa og hefur verið að lesa fyrir börn í skólum. Já. Hvernig taka þau þessu? Ofsalega vel. Það er ofsalega gaman að lesa fyrir krakka í dag. Ég voru að segja mér finnst þau eru svo bæði frjó og þora að spyrja, tjá sig, hafa skoðanir og kannski meira heldur en þegar ég var lítil þá var maður svona meira að reyna að vera stilltur og hlusta svolítið og þegar maður var spurður þá kom maður eiginlega af allu borði að því að maður var svo vanur að reyna að hafa hljótt. Varstu svona stillt og hljóð í menntaskólanum á Akureyri? Nei, ekki alveg sko. Nei, ég var hérna í 4 ár og ofsalega skemmtilegu tími og var náttúrulega heimavistinni í langan tíma og naut þess mjög
En ég var ekki búin að vera lengi, þetta var náttúrulega mikið frelsi að koma 15 ára, ég var nýorðin 15 ára þegar ég kom hingað í skólan og naut þessa frelsi sem var, nema það maður áttaði sig fljótlega á því að því fylgdi líka ábyrgð. Maður var að gera hlutin í réttri röð og ég var sem sagt tekin á beinið bara mjög fljótlega eftir ég kom í skólan. Já, ég sem sagt kom fyrir að það voru vatnslæðir á heimavistinni sem að eru ekki kannski til fyrirmyndar en það var mjög skemmtilegt og tengdi okkur svolítið vel saman og svona við höfum búið gaman af þessu nema það fljótlega eftir að ég kem þá sem sagt vatnslæður á vistinni og ég náttúrulega mjög áfram að taka þátt í þessu og sæki fötu, fylli hana og flengist fram og tilbúin til að hella en þá meistari sem kominn sem þá var Tryggvi Gíslason. Og allt í einu bara hverfa allir inn í herbergi og það bara fatan ég og Tryggvi eftir. Og ég var semst í framhaldinu beðin að koma á skrifstofu skólameistara og ræða málið og það var semst að vera tekið á beini á þeim tíma. Já. En varðandi bókina, þetta merki merkilegt. Þetta tilnefnt til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í barnabókaflokki. Já. Er það ekki dálítið svona gott fyrir hjartað? Það er rosalega gott fyrir hjartað. Maður er náttúrulega bara innilega þakklátur þegar fólk hefur skilning á verkinu og tekur því svona ofsalega vel. Mann þykir bara innilega vænt það. Ferðin frá Genf til Íslands borgaði sig? Svo sannarlega og fyrir utan það er náttúrulega alltaf rosalega gott að koma heim. Það er ekkert eins og heima. Það er bara þannig.